Áfram höldum við með föstudags N4 sem helgar þáttur stöðvarinnar. Nýverið var stofnuð deild hjúkrunarfræðinga við Eyjafjörð. Lóa Maja, þú ert formaður deildarinnar. Hvers vegna þarf að stofna deild? Það nú bara hreinlega til þess að efla okkur hjúkrunarfræðinga á svæðinu og í rauninni styrkja okkur í rauninni félagsskapur og já, koma saman. Og bara svona rétt eins og allar aðrar stéttir eru með svona einhvern félagsskap til þess að koma saman? Jú, það var sem sagt Norðurlandsdeild hér áður sem var lögð niður í mars og kjölfarið var þessi deild ákveðið að stofna þessa deild og það var stofnfundur núna í janúar sem sko svæðið var svo stórt þannig að það var ekki alveg nógu gott að halda utan að núna ætlum við að vera bara Siglufjörður og Grenivík og vonumst þá til að við getum hist oftar og gert eitthvað skemmtilegt saman og tekið þátt í viðburðum. Kristjana, ég ger svona ráð fyrir því að stærsti vinnustaður hjúkrunarfræðinga sé sjúkrahúsið á Akureyri eða hvað? Já, sjúkrahúsið stærsti vinnustaðurinn heldur við. En hjúkrunarfræðingar vinna víða og það hægt að nefna öldrunarheimili Akureyrar, háskólinn hérna með mikið starf og HSN. Sem heilbrigðisstofnun Norðurlands. Já. En þetta nám að fara í hjúkrunarfræðina, þetta á háskólastigi og einmitt kennt á Akureyri? Þetta kennt á Akureyri, já. 4 ára háskólanám. Já. Mikil aðsókn í námið. Og ég held að það hafi verið rúmlega 100 manns sem þreyttu prófið í haust. En þetta starf að vera hjúkrunarfræðingur, það væntanlega ansi víðtækt. Við erum vinsæl stétt, við erum eftirsóknarverð. Sko, námið sjálft þannig uppbyggt að það tekur á svo mörgu og við erum mjög vel undirbúnar þegar við komum út á vinnumarkaðinn og þetta felur í sig gríðarlega þekking á öllu sem viðkemur manneskjuna, ekki bara líkamann og sjúkdóma og annað heldur líka bara samskipti og félagslegt og slíkt. Þannig að við höfum úr mörgu að velja en flest held ég að endi eða hefjistörf á heilbrigðissviðinu til að byrja með. Svo kannski finnur maður hvert áhuginn leiðir mann eða tækifærin opnast einhvers staðar annars staðar. En starfið sjálft, þetta eru gríðarlega mikið samskipti við fólk. Samskipti skipta mestu máli. Já. Getur ekki verið sammála því? Jú, ég alveg sammála því. Það það að vera góður í samskiptum, það bara númer 1, 2 og 3. En með svona tölvuvæðingunni og það þarf að skrá alla hluti, ég ímynda mér einhvern veginn að starf hjúkrunarfræðinga hafi breyst svolítið á undanförnum árum, þetta sé orðið bara ansi mikið tölvuvinna. Jú, það náttúrulega, tæknin kemur alls staðar að og þetta náttúrulega kannski ein leið fyrir okkur að gera okkar starf sýnilegt. Því að við getum svo sem ekkert sagt neitt mikið það að við erum bundin trúnaði við okkar skjólstæðinga. Þannig að við getum svo sem lítið sagt hvað það snýst daglega en með því að skrá okkar störf og hvað við gerum, til dæmis bara hreinlega að skrá samtali 40 mínútur, það sýnir hvað það sem við erum að gera og þar kemur náttúrulega tölvan inn í að rita allt niður. Áður var þetta náttúrulega á pappírum, nú þetta orðið bara tölvuvætt. En svo náttúrulega starf hjúkrunarfræðings náttúrulega bara mismunandi eftir því á hvers konar heilbrigðisstofnun starfar. Algjörlega. Og í rauninni það svona hluti af því sem að fyrsta verkefni deildarinnar ætlar til dæmis að fara í það að kynna störf hjúkrunarfræðinga og hugmyndin kannski að koma að einhverjum dálki í blað eða slíkt sem að yrði þá mögulega mánaðarlegt þar sem að kannski færum við inn á hreinlega hugleiðingar dagur í lífi hjúkrunarfræðings eða tilfelli eða hvað með minnisstæðust úr starfi eða eitthvað slíkt og þannig kannski
sýna fram á hvað það sem við erum að gera og hvað það sem hinn ýmsu sko mál sem maður kannski að fást við og opna það kannski einmitt fyrir aðeins eins og mér sem föst í umhverfi hjúkrunarinnar á spítala. Ég til dæmis hef mjög litla hugmynd hvað Kristjana að gera dagstælega á öldrunarheimilum eða einhver á heilsugæslunni eða í heimahjúkrun og skólahjúkrun og slíkt. Þannig að við kannski líka erum þar af leiðandi að kynna ekki bara fyrir almenning heldur okkur sjálfum, hjúkrunarfræðingum, hvað við erum að gera hér og þar í firðinum. Það stundum sagt að hjúkrunarfræðingar, þetta sé lífshugstjón að starfa við þetta, kannski það svo sem í öllum stéttum, hvað haldið þið? Jú, ekki spurning. En eins og ég hef oft sagt, það lá aldrei fyrir mér að verða viðskiptafræðingur eða sjómaður eða eitthvað slíkt. Þannig að hjúkrunarfræði og umönnun fólks, það var eitthvað sem að ég kannski lífið leiddi mig í þetta. Ég byrjaði fyrst sem sjúkraliði en svo langaði mig bara að gera meir og ákvað þá á gamalsaldri að fara í hjúkrunarfræði og tiltölulega nýútskrifið. En hugsjón. Ég held að eigi við okkur öll. En hvernig það svona í ykkar hópi þegar þið komið saman? Eru þá alltaf að ræða fæið, hjúkrunarfræðina? Nú erum við svo nýbyrjuð að við höfum bara hist einu sinni. Svo það nú kannski erfitt að... Sko, stofnfundurinn var náttúrulega haldinn á kvöldi þar sem var handbolti í sjónvarpinu á sama tíma. En við vorum svo lukkulega, við fengum yfir 20 manns sem komu á stofnfund og voru með okkur í því. En núna svona tilgangurinn að reyna að breiða út boðskapinn og ná til hjúkrunarfræðinga á svæðinu. Við erum samkvæmt félagaskrá, félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, erum við 426 hér í Eyjafirði. Hvort sem að við erum þá starfandi eða komin á eftirlaun eða í öðru ekki heilbrigðistengdu. Og við viljum bara ná til allra hjúkrunarfræðinga sem eru hér á svæðinu, hvort sem þeir eru að starfa hér eða ekki. Og tilgangurinn náttúrulega bara að efla hjúkrun við Eyjafjörð, efla okkur. Og við erum náttúrulega með mörg verkefni sem okkur langar til þess að koma á koppinn og einmitt til þess þurfum við fleiri meðlimi í hópinn og að hittast og plana og hvað viljum við gera, hvernig viljum við láta okkar rödd heyrast. Og framundan til dæmis þetta að við ætlum að gera okkur sýnilegri þá í miðlum, nota ykkur núna og kannski aftur. Og svo tökum við þátt líka í viku hjúkrunar sem í maí og þar eru erindi og hjúkrunarbúðir verða væntanlega settar upp þar sem að við kynnum okkur störf og þá svona meiri kannski sérhæfing hvað felst í öndunarvélum, hvað felst í sáraskiptum og fleira. Og þetta þá samvinna sjúkrahússins og öldrunarstofnana og HSN líka. Við komum öll saman að þessu viku hjúkrunar í maí og deildin okkar mun taka þátt í því. Við segjum bara gangi ykkur vel og hjúkrunarfræðingar, þeir náttúrulega eru nauðsynlegir og við kannski fáum að fylgjast með ykkur í framtíðinni. Bara takk fyrir og gangi ykkur vel. Takk sömuleiðis.